Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og nú ætlum við að vinda okkur yfir í matarmál. Því að Silli kokkur búinn að vera á ferð norður og Austurland, var á Siglufirði í gær, fimmtudag, á Akureyri í dag, föstudag og verður á Húsavík á morgun, laugardag og Egilsstöðum, hvorki meira né minna á sunnudaginn. Með matarvagnin, vertu velkomin Silli. Takk þér. Hvernig stemmingin að vera svona á ferðalagi með þennan frábæra mat? Það rosa skemmtilegt. Ef að viðra vel, Já. Eða þokkalega, þá þarf ekki að vera meiri það. Nei. Við fáum við ekkert mikið meiri í dag heldur en þokkalegt viður. Nei. En svona spáin næstu 2 daga og síðustu 2 hafa verið mjög fínir. Já. Þannig að það svona kannski versti dagurinn í dag en þetta bara æðislegt. Já, er það ekki? Jú. Og einmitt, maður ímyndar sér svolítið háð einmitt veðurskilyrðum, svona eða grenjandi rigning og svona, þá sennilega minna að gera. Það getur munað alveg töluvert. Og líka bara einmitt til að skapa rétta stemningu. Já. Þá þarf að skemmtilega sé gott viður og fólk borði hjá mér. Já. Því að náttúrulega leiðu það út kannski búin að pakka þessu og taka þetta eitthvað lengra, þá náttúrulega rýrna hann alltaf aðeins svona að þetta sé alveg 100%. Já. Því miður. Einmitt, það bara svona, sko. En nú vagnin orðinn rétt rúmlega ársgamall, það ekki bara 17. júní, til hamingju með það. Takk. Og saga vagnsins samt orðin bara stórglæsileg, þú búin að vinna til verðlauna og ég veit ekki hvað og hvað. Sko. Já, besti gullubitinn í fyrra og vann þar 3 verðlaun á þeirri hátíð sem var bara æðislegt og hefur bara gengið rosalega vel. Já. Það hlýtur að vera mikil hvatning þegar maður kemur svona inn í þennan bransa, sko. Já, klálega. Það náttúrulega líka, þetta svona COVID-barnið mitt. Já. Og þetta ekki endilega slæmt fyrir alla en þetta svona kendi manni að reyna að gera eitthvað nýtt og hugsa út fyrir kassan. Einmitt, en þú náttúrulega fyrst og fremst varst í veisluþjónustu og svona fram að því, ekki satt? Já, og það var bara tekið heilt ár í afbókunum. Já. Þannig að það var annarkvæmt að hætta eða að fara að gera eitthvað annað. Já. Þannig að ég lagði stundu feld og þetta kom út í því. Já, einmitt. Þannig að það bara frábært, sko. Og þú sérð alveg fram á þetta að haldi áfram þó að veislurnar komi aftur með. Já, og líka mikið bara spurt vagnin í veislur. Þannig að þetta bara harmonar vel saman, sko. Já. Þannig að, já, klárlega. Og hvernig, svona fyrir þá sem hafa ekki ennþá gert svo frægir að koma og smakka, hvernig matur þetta aðalega sem þú býður upp á? Ég aðalega að vinna með villibráð. Það mín ástríða, ég veiðmaður og ég líka óvirkur alkohólisti og þegar ég hætti að drekka fyrir 21 ári síðan, þá þurfti ég að beisla alltaf þessu orku og beinin eitthvað. Já. Og það fór í skotveðar. Já. Og þá náttúrulega átti ég fullt af hráefni. Já, auðvitað. Og til þess að svona selja konunum minni að ég væri ekki bara að leika mér alla daga. Þá þurfti ég að einhvern veginn að skila verðmætum út í því hráunum sem ég var að veiða. Og þannig hófst þetta í raun og veru. Já. Og svo náttúrulega grunninn veisluþjónusta, en svo svona mín sérgrein villibráð hlaðborð og ég hef nú komið á þessu 2 með villibráð hlaðborð hingað. Og held alltaf villibráð hlaðborð í bænum og sel mikið af villibráð fyrir jólin. Já. Þannig að já, þetta svona... Þannig að það var rökrétt að taka það inn í matarvagnin líka. Já, það svona, því að það mín ástríða. Já. Og eins og í þessu þá fengum við þarna deig að koma í samstarfi við okkur að baka brauðin og kleinurhringina. Já. Því ég svona meira, eins og sést kannski á mig, meira fyrir sætabrauði. Þannig að staðið fyrir að hafa hamborgar á franskar, þá kannski hamborgar og kleinurhringur. Já. Svona smá sætt eftir, sko. Já. Þannig að þetta svona, svo einmitt fór ég að gera sósur og ég reiki gráðostinn og útbý gráðostsósun sjálfur og ég bý til laukinn sjálfur og bý til öll buffin sjálfur. Já. Þannig að þetta rosa mikil, ef ég ætla að fara eins og í 5. ferð, þá það 7 að vinna bara í preppi að búa til vörur. Já. Þetta svona dálítið mikið ferli á bak við þetta. Já, þetta ekki bara að skella borgar á grillið. Nei, ég hringi ekki til SS og segi ég vil 500 hamborgara og pikka upp daginn eftir, sko. Nei. Það ekki þannig, sko. Þannig að þetta dálítið mikil vinna en þess virði. Já, þetta bara svona nostur og ástríða á bak við þetta. Og þú nú með mat hérna með þér, sko. Já. Og má maður gera svo frægur að kíkja hérna í. Já, þú voru að smakka. Smakka þetta.
Nú, hér erum við með... Og það sem skemmtilegt, þetta svona aðeins öðruvísi og annar hver maður sem segir, nei, ég borði ekki gráðsósu, en viltu smakka þessa? Já, einmitt. Og þá kemur fólk alveg bara, herri, jú, ég ætla að fá þessa með. Þetta gæsa Já, þetta gæsa hamborgari. Ég bara ræðst á þetta. Og svona skemmtileg brauðin, þetta frá Deig, þetta svona kartöflubrauð. Þannig að þau eru svona... Þetta alveg svakalega gott. Já, hérna. Mér langar bara að borða þetta allt, það væri ekki frábært sjónvarpsefni, sko. Við klárum það bara eftir. Já, og svo hérna hreindýrið. Já, og það raunir bara sami burgerinn með öðruvísi buffi. En það sem kannski svona eini galli við eins og gæsina, og það stendur náttúrulega utan á vagninum, og hann getur innihaldið högl. Já. En það kannski einn af hvernig 50 hamborgurum sem fær smá glaðning. Já, það ekki bara eins og að vinna í happdrætti? Jú, það svona, ég segja sér svona merki að þetta sé ósvikin vara. Þessi alveg jafn góður. Já. Þetta alveg svakalega gott. Maður sko finnur ástríðuna á bakvið þetta í matnum. Já. Þetta og er það bara hávísindalegt hvernig þú raðar hráefnunum saman, eða? Já, það það. Já. Og svo alveg samt, sko, það fullt af strákum, ég að vísu að fara að gefa út matreiðslubók núna fyrir skotveiðtímabilið. Já. En það hafa rosa margir spurt mig hvernig ég framleiði þessar vörur, sérstaklega hamborgarana. Já. Og ég fór mitt í 20 strákapartíum daginn með vagninn og þeir sagði, Silli, þetta kjaftæði. Þetta ekkert sama uppskrift eins og við lest okkar hafa, sko. Eins og við erum að borða núna. Nú. Ég sagði, jú, það þannig. En svo bara alltaf, þú getur látið 10 manns að sömu uppskrift og fengið 10 niðurstöður. Já. Það leggur bara alltaf hver sitt touch á það. Já. Og það þannig. Það ekki nóg að hafa uppskriftina. Nei, það bara... Það einhver galdur í þessu líka. Já, það það klálega. Já, þetta alveg... Þess vegna kemur fólk alltaf aftur og aftur til mín. Já. Það greinilega líka hvernig ég legg lokahönd á þetta. Heldur, þú ert rammgöldróttur. Það alveg greinilegt. Og þú verður á Húsavík á morgun. Já, í Geosa, sjóböðunum. Já. Og það fyrsta skiptið þar. Já. Sem ég kem þangað. Og svo Egilsstöðum á sunnudaginn. Já, á Nettóplaninu. Einmitt, þannig að við hvetjum þetta bara alla sem vilja njóta góðs matar til þess að kíkja á þig þar. Já. Á þeim stöðum, og svo hægt að fylgjast með þér á samfélagsmiðlum og svona hvar þú verður í sumar, og þetta hafa bara samband við þig ef fólk vil panta þig í veislur eða annað slíkt. Já. Er það ekki? Ekki bara, það leitar bara Silla kokk og það finnur það sem það þarf að finna. Já, bæði á Facebook og Snapchat. Já, frábært. Þetta alveg magna. Ég segi bara gangið vel og takk fyrir að koma í þáttinn og segja mig frá þessu. Nú ætla ég bara að halda áfram að borða. Bara takk sem leið.